Ok, og halló og velkomin í þáttinn. Ég hef svo margar sögur að segja og ég að rembast að búa til podcast þætti og ég í raun og veru þetta bara blogg til að byrja með, en þetta fer allt á Spotify þegar ég búinn að læra á það. Ég þarf kannski umboðsmann sem góður í því að hjálpa mér í að gera svona þætti. Það var ekkert svo vitlaust, en ég með umboðsmann en á þessu sviði. Það sem ég langaði að ræða og bara spjalla bara við ykkur, þú veist. Ég með síma minn á silent, þannig að ég ekki að fara að hringja núna og en það eru mjög margir bara út í sumarbústað, ferðast landið á þessum bara tímum, þú veist, COVID ennþá og ég bara sjálfur bara í sjálfskipaðri svona einangrun, en þú veist, ég fer samt sko, ég fer bara út í garð. Ég og garðurinn, það lífið mitt. Bara eftir að ég hætti að drekka og bara svona, það svona sé ég svo margt sko, þú veist, maður var alltaf svo þreyttur þegar maður var að drekka sko. Þannig að ég sé alveg að orkan farin að koma og ég svona að komast upp úr moldinni sko. Þú veist, og ég sé alveg bara þvílíka breytingu þannig og núna ég fara að huga að, þú veist, ég hef mikið jóga og hugleiðslu og svona bara í öllu bara. Ég bara í öllu. Það bara málið, þú veist, ég listamaður götunnar. Þú veist, þá ég að tala að ég búinn að fara í 9 námskeið hjá leiklist og búinn að vera að leika alveg í nokkur ár, bara lítil hlutverk og stundum bara strókar af, bara, þú veist, eins og Vonarstræti og Lof mér að falla. Það sást svona smá aftan á mig í Lof mér að falla. Það svona smá, svona bara skallimynd bara. Þannig að, þú veist, maður búinn að vera svona create, þú veist, maður alltaf að búa til og skapa. Þetta eitthvað, þú veist, inn í mér sem ég verð að vera með og afsakið, þegar ég loka augunum, þá það oftast út af því þegar ég hugsa, þá finnst mér svo gott að loka augunum út af því að bara ímynduna, ég með ADHD og ég bara einhvern veginn svona þarf stundum að loka augunum út af því að ég þarf alltaf að hugsa, en hann farinn, heilinn bara inn í herbyggi. Þannig að það sem ég skal segja ykkur mjög frábært einhvern veginn hvað maður búinn að fatta mikið bara lífið sjálft og svona þegar maður tekur svona algjörlega svona pásu. Ég hef ekki leikið í 3 ár sko, eða tekið þátt í einu en einu og það rosalega gott að koma sér frá öllu og bara vilja bara eitthvað svona bara skapa sitt eigið
bara svona jóga eða svona þættir, þú veist, tala hvað lífið bara dýrmætt án áfengis og vímugjafa. Menna áfengið, þetta bara eiturlyf og sígarettur. Þannig að ég ekki alveg að skilja sko, þú veist, það eru margar plöntur titlar sem eiturlyf en þetta samt bara planta. Eiturlyf kalla ég þegar búið að vera að fikra við eitthvað og bæta ofan í og svona sko. Og maður veit ekkert hvað í flöskunni sko. Það kalla ég svona, já, eiturlyf. Þú veist, maður veit ekkert sko hvað maður að drekka. Og ég fór í það í sumar að ég keypti mér svona ræktunarkassa og þeir sem eru á vinir mínir hérna á Facebook og líka í ræktagarðinum og svona. Það hef ég verið að posta svona, en ég hef samt ekki verið svona rosalega duglegur sko. En það sem ég langar að prófa núna, að það að fara á live á Instagram, og því að ég var að horfa á Miley Cyrus áðan og hún með sko Instagrami sko, þannig að hún getur tala við annan. Ég svo, ég þarf að eignast vini greinilega. Ást ég á fullt af vinum minn á, já, ég ætla ekki bara, vá, þarna Hjarta Reykjavíkur, Adda þeim sem vinn. Herru, nei, þetta Snapchat. Ég ætla að fara í Instagram og mér langar að fara á live núna og mér svo skrítið, þú veist, ég ekki tengdur, þú veist, en samt það ógeðslega gaman að sjá Ilmur, ég elska hana, hún svona ein uppáhalds, og Böðvar var með honum í leiklist, hann heldur góður, Dýrhólagi, og Þórunn Antonía, hún mjög fín, Reynir Bergman, hann mjög Maggi Pera, Böðvar sig aftur, hann bara greinilega bara að ferðast, og Birgitta Haugdal, oh my god, þetta svo skemmtilegur tími að halva væri nóg sko, þú veist, 2000, oh my god, bara til hamingju þið, þú veist, að búa á þessum tíma. Nú ætlum ég að fara á live og þá ger ég svona og ég ætla að fá svona hjarta og hi, já, ok, you are live now, hi, oh my god, ég sé núna hárið á mér, það þú veist, en ok, ég komin á live og þegar ég að taka upp podcast, ég að reyna að komast þangað og þegar ég kann ekki á setja þetta inn á Spotify eða hvar maður á að byrja, þannig að ég bara að taka upp hér og hér, þú veist, það allstaðar sko. Ég get ekki snúa þessu við, það var myndavél akkurat þarna, þú veist, og ljósin, oh my god, ég gleyma að setja ljósin á, oh my god, þetta nummer 1, 2 og 3, að vera með ljós, oh my god, ég steingleymdi því, oh yeah, oh, so beautiful, en, já, en, þeir sem horfa á þetta og bara, ég tala ykkur setna
því að ég ætla að einbeita mér að búa til podcast, vlog eða blog, hvað sem þið viljið kalla þetta. Bye! Og sér þú ekki? Svona. Og oh my god, ég er farin að vinna bara með ykkur. En samt þá fá að kynnast í hvernig að vera Ari og hvernig the title, bara ég skrif bara hérna, bara ég bara hef hvað svo margar sögur að segja. Og svo hann er bara og hann podcast. Ok, svo bara posta þessu. Bara gaman að gera eitthvað svona. En þá er ég búinn að þessu. Oh my god, ég er svo núna ritstiplaður. En ég er einn af þeim sem er ekki að rit. Þú veist, ég segi bara mína skoðun og það sem ég segi, það er bara, þú veist, það er bara mín skoðun. Ég er ekki að alhæfa eða neitt, þú veist. Og margt af þessum gömlu vídeóum sem þið eru að horfa á, það er í rauninni bara fyrir mér bara listaverk. Út af því að öll þessi ár og þú veist, bara þú veist, ég var löngu farin að taka upp, ég hætti sko 20 ára meira, 20 ára gömul saga bara bakvið og líka sko þegar fólk horfir á vídeóið, sér það og er farin að þekkja alvöru Ara. Þú veist, þarna er leikarinn Ari og núna alvöru Ari. Ég er svona að komast í alvöru Ara, þú veist, en ég verð samt aldrei, þú veist, út af því að ég er bara að móta mig bara einhvern veginn svona, sko, ég er bara, þú veist, svona er ég bara í dag. Út af því að ég er bara blóm sem eltir sólina og það er bara mjög fallegt, myndi ég segja. Og ég veit að þið getið öll, ef þið viljið koma ykkur af stað, þú veist, og bara, ég er frá Fellánum, og já, ég læt bara draumarinn mína gerast. Ég bara fer í hlutina. Það er málið, það er að stökkva í hlutina. Ég er nefnilega svo hvatvís, það hefur hjálpað mér svo mikið í þessu verkefni og bara hvernig líferni mitt er. Það er bara hvað ég er, bara, já, ég er svona, bara einhvern veginn svona bara, ég finn svona bara andan, bara svona, ég er svo, það er svo mikil friður í hjartan mínu, þú veist, kannski út af því að maður er orðinn 30, ég veit það ekki, þetta er bara, já, bara friður, mér líður vel, ég bara einhvern veginn svona, einhvern veginn bara hugsa ekkert út í áfengi, þetta er bara, það er líka við að ég sé bara með AA sko, en ég ætla ekki að vera með það, ég ætla aðeins að tjá mig lífið, bara sjálf núna sko, að ástæðan ég hætti að drekka var út af heilsunni.
heilsan hjá mér, hún var bara að gefast upp. Þannig að ég þarf að kötta alveg áfengi. Kjöt, rautt kjöt má ég ekki fá. Og svona ýmislegt sko. Það út af því að maður með undirliggjandi sjúkdóma og maður með, þú veist, lungnaþembu og lungnapípunar og svo eitthvað, eitthvað meira, þú veist, sem maður nennir ekki að fara út í. Ekki núna. Og það sem ég hef verið að gera eiginlega bara núna í sumar, það eiginlega bara að einangra mig og ég bara, eftir að ég ætti að drekka fyrir 1,5 mánuði, þá ég loksins farin að vera svona aktífur, farin að finna sjálfa mig og farin að líða bara miklu betur. Ég finn bara alveg bara, oh my god, hvað var ég að gera? Þú veist, ég bara, þú veist, bara málið það fattur, ég svo mikil nautnasekkur. Og 2 bjórar, nei takk, þú veist, 3 bjórar, ok, allt í lagi. Og svo þegar maður komin á 3., þá langar mann alltaf í meira. Þannig að þú veist, maður var bara farin að fitna, þetta var bara farin að hafa áhrif á andlega og líkamlega bara ástand, það var bara ástand. Ég var alltaf að fara upp á spítala og það var alltaf og þau fundi ekki neitt og svo bara ákvað ég að hætta að drekka. Þá bara fann ég að það var greinilega drykkjan og ég væri bara liggur við að drekka mig dauðan sko. Ég er ekki að djóka sko. Og þess vegna er ég líka svolítið svona í þessu COVID. Þú veist, ég vil meina sko að við sem erum með undirliggjandi eitthvað, að við þurfum aðeins að passa okkur. Það er búið að opna landið, það er bara, þú veist, ég bý í Sandgerði, ég sé fullt af allt í einu bara túristum og mér finnst svona þetta ekki alveg svona, þú veist, sko, alveg málið með Þórólf að svona, ég er eiginlega bara ekki sáttur við svona hvernig þau vinna vinnuna sína sko. Ég sé svolítið sko að Þórólfur, það er búið að þingi búin að taka hann sko og svo finn ég bara að bara að Alma og Víðir, þau eru ekki alveg sko. Þannig að ég svona sko, Kári, hann er bestur, hann er langbestur og hann segir alveg sína skoðun og þetta er gáfaður maður og þetta er bara frábær maður. Hann fær topp einkunn hjá mér og ég vill kynnast honum sko. Að hann skuli ekki fá eitthvað riddarakross eða eitthvað og ég veit ekkert hvort hann sé búinn að fá hann áður eða eitthvað, að mér finnst hann ætti að fá 2 sko. Mér finnst Kári hafa stigið þarna inn og hjálpað spítalanum, ríkinu í rauninni og Katrín svona, já, og þau eru ekki alveg saman eitthvað, greinilega, út af því að, þú veist, eins og búið að vera í fréttunum að Kári bara hingað ekki lengur en núna hættu við skimun og bara nú er þetta komið yfir til ykkar sko. Þannig að fólk fattar ekki það að íslensk erfðagreining er náttúrulega bara
þetta náttúrulega bara pjúra gott fyrirtæki, sko. Þannig að, já, ég ætlaði nú bara að segja það, sko. En og svo, er ég farin að, hugsa miklu meira heilsuna og ég fór í Hveragerði og keypti svona grænmetis, svona byggðan frá Byko fyrir svona grænmetis, þú veist, salat meina ég. Og ég elska fjalla og spínat. Ég ætla að vera með meira af því á næsta ári. Svo er ég með brokkoli. Ég er alveg bara Jesús. Ég hélt þetta væri eitthvað salat og ég var alltaf að klippa blöðin og éta þau og mér fannst þau bara mjög góð, sko. Svo kemur í ljós að það er bara komin bara heill haus bara upp úr moldinni. Ég bara, Jesús Kristur, þetta er brokkoli, sko. Og þannig að ég bara, já, það er gaman aðeins, maður bara hlær bara og bara, já, þetta er bara frábært, sko. Og svo er það, ég er nefnilega alltaf með ég er alltaf undirbúinn með svona ræður að skrifa niður og alltaf, að mér finnst þetta svo flott orð, listamaður götunnar. Mér finnst þetta svo, listamaður götunnar, þetta segir ógeðslega mikið og sérstaklega núna á COVID-tímanum, sko. Og það er ekki hægt að skemmta það neitt svoleiðis, sko. Og þannig að þetta er svona, þú veist, þá er ég að tala sko, að nú eru þeir að upplifa það sama og bara svona venjulegur Íslandingur sem er að reyna að koma sér áfram í rappheiminum eða eitthvað, sko, þú veist, sem tengist tónlist, skemmtun eða eitthvað svona, sko. Þannig að, þú veist, þessi listamaður, hann situr ekki ráðalaus núna á COVID, núna semur hann og notar tækifærið að umbreyta hausnum og koma með alveg þvílíkt sterkt og gott efni núna bara í haust, myndi ég segja. Og vonandi fer þetta COVID að lagast. Ég er svolítið svona, já, farin að vera svolítið þreyttur á þessu COVID-dæmi. En við getum alltaf gert eitthvað betra. Og ég, sko, þú veist, að get ekki unnið sína vinnu og þetta, að það, sko, þú veist, þetta er rosalegt, sko, fyrir listamenn sem eru, bara, ég er svolítið tengdur rappinu núna, íslenska rappinu, og núna er Birgitta Haukdal komin og hún er svoleiðis að slá í gegn að halva væri nóg, sko. Ég alveg bara dyrka, sko. Ég vil bara vera svona, la 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 la, já, þetta er mjög gaman. Mér finnst líka, þú veist, Birgitta Haukdal, Skítamórall, Skímó og Bergsveinn, hann var í tónlist, og Land og Synir og hvað heitir hann? Heimir,
Hreimur, hann Hreimur, já, það er svolítið töff nafn, Hreimur, já, þetta er mjög töff nafn og allar þessar, ég vil fá þetta tilbaka, fá núna aftur svolítið svona 2000 menninguna, í 2020, mér finnst vanta þessa flottu glamour og svona þetta svona, já, mér finnst vanta glamour á Íslandi, ég er að deyja og mér er aldrei boðið, þannig mér finnst vanta glamour og svona meiri svona YouTube fólk sem er að tjá sig mál og málefni. Mér vantar líka það og tala íslensku. Það er eitthvað svona, við erum lítil eyja og af hverju ætti ég að tala ensku? Af því að ég nenni ekki að vera eitthvað frægur, og vera bara svona götulistamaður, það er ekki svona sem það er ekki draumurinn, út af því að maður þarf, við þurfum peninga, lífið snýst mikið peninga og þannig að á meðan við eigum peninga og eru lifandi og þá getum við allt, ekki missa trúna. Þannig að, og svona, oh my god, ég var að horfa á, Sölva, ég veit að Sölvi, þú ert með helvíti góða podcast þætti. Ég er svo ánægður með, valið og bara, ég horfi á alla þættinans, ég bara, þess að Ólafur, bara, hann er æði og ég skildi allt sem hann segir og ég skil alveg hvað hann er að fara með og hvað hann er að hugsa og allt þetta út af því að ég er svolítið svolítið skrítinn líka út af því að það er gott að vera skrítinn og mér finnst stundum mjög gott að labba bara á Táslanum, bara út í garð og ég er oft bara á Táslanum bara úti, út af því að það er sumar og maður er bara einhvern veginn svona bara, why not, út af því að maður á að njóta sumartíman og þetta er svo stuttur tími sem við höfum og maður bara einhvern veginn bara, já, maður þarf að vera með það alveg á hreinu, ég veit það að, ég dett út úr og yfir í annað, en þetta er tíminn okkar og vonandi fyrir ekki að gjósa, ekki núna, þannig að það er alveg nóg að vera með COVID og ekki vera að bæta gosi núna við, þannig að, en þetta væri, ég held að þetta sé sögulegasta íslenska, við erum að fara í gegnum sögulegasta svona ár bara í heiminum bara. Ísland og heimurinn, þetta er ótrúlegt, maður bara, já, og svo annað, PS, að nú er talað að Shakira sé að koma með manninu sínum, hann leikur með Barcelona og ég er búinn að gleyma nafninu sem hann heitir, en þið sem tengið þá vitið þið það. Og þið sem tengi ekki þurfa að googla, ég bara man ekki hvað hann heitir, en að vera að skrifa alveg bara
að hafa Shakira væntanlega til Íslands mér finnst það svona akkur ekki, þú veist, Ísland má vera glamúr og á að vera glamúr og allt svona en fræga fólkið á að fá að vera í friði og því að Ísland verður aldrei glamúr ef það á að fara að fjalla alltaf hverjir að koma þú veist, það alltaf lægi að fjalla þú veist, hvað að gerast þú veist, á skemmtustöðum eða matsölustöðum eða þú veist, en þú veist, það náttúrulega líka svolítið privacy sko, en það fylgir í náttúrulega, þú veist, hvað fólk að versla og þetta og þetta glamúr, en ég vil svona Hollywood glamúr og í Hollywood þá bara, já, ég elska Bandaríkjana og ég veit að það COVID og ég alveg að klóra mér alveg til blóðs út af því að mér langar svo til að fara til Alaska út af því að þá ég búið með öll fylkin í Bandaríkjanum sko. Það nefnilega bara Alaska eftir sko. Og ég búinn að ferðast alveg yfir, vá. Þetta bara svona, ég ræði ekkert við þetta, ég bara prímadonna og ég bara ákveðin og sterkur einstaklingur og velgefinn og ég get hrósað sjálfum mér. Ég hrósa sjálfum mér á hverjum einasta degi og alltaf þakklátur fyrir hvern einasta dag og já, ég bara þú veist, vá, það sumar, gott veður, þó að sé rok, þá logn sunnanmegin og allt svona sko, þú veist. Bara lífið einhvern veginn svona svo dýrmætt þegar maður hugsar út í það. Þú veist, maður svona, sko, það svo skrítið hvernig lífið og hvað, þú veist, þetta ætla manni að fatta þetta bara allt í henni, sko, já, þú átt til að við áfengisvandamál að stríða. Ást. Þú veist, sem þor ekki viðurkenna og ég búinn að taka alveg í gegn og ég fór einu sinni meðferði hjá Teigum sko og var alveg edrú í 7 mánuði og núna í 1,5 mánuð og nú ætla ég bara að slá það með og ég ætla bara að vera til fyrirmyndar og bara vera svolítið svona með bara hvað að gerast og svona út af því að maður lendir oft í þunglyndi, ég með maniskur up and down og þannig að, vá, ég orðinn duglegur að taka vídeo núna og ég eitthvað svona, það svo mikið svona gleði í hjartanu hjá mér að ég eiginlega bara ekkert að ritskoða hvað ég búinn að gera, ég bara, þú veist, kannski svona kíkja eitthvað og eitthvað og ég bara hendi svo bara beint á YouTube, bara óheflað, kannski skrifaði Ari Jósefsson eða ég hef svo margar sögur að segja eða ég hef margar sögur að segja, þannig að þetta allt auðvitað þetta að fæðast, þetta verkefni. Ég hef svo margar sögur að segja. Þetta náttúrulega bara að fæðast núna og með því að láta þetta fæðast þá verður maður að láta þetta bara beint út á bara public og og leyfa fólkinu sjálfu, þú veist, segja, skrifa og allt þetta sko. Þannig að, þú veist,
Og líka bara að það er mjög gaman að heyra ef þetta er hjálpsamt út í að ég fæ mjög marga posta og bara, vá, að ég hef bjargað bara mörgum bara sem hafa verið að glíma við þunglindi eða veikindi eða alls konar sko. Og ég þekki alveg mörg svona dæmi og þetta er nálægt okkur öllum. Þetta er ekkert einsdæmi sko. Við þurfum öll að taka hendurnar og leiðast og hugsa og bara ekki fara með bæn en bara, þú veist, bara hugsa og vera með jákvæðnina alltaf í leiðarljósi. Út af því að ef þú ert með hitt þá gerist ekkert og ég get allt, ég bara búinn að ákveða, ég get allt, það er málið, þú veist, já, ég bara get allt, það er bara málið, ég læt ekkert stoppa mig og þannig að ég bara get allt og þið eigi að hugsa líka þannig að ég get allt, þú veist, í þessu ferðalagi, COVID-dæmi og allt þetta, bara hugsa vel heilsuna, andlegu heilsuna og bara það sem þið er að borða og þú veist, maður það sem maður lætur ofan í sig. Og ég skil það að ég skuli vera á lausu út af því að ég er núna að fara að umbreyta lífið mínu, þú veist, nú er ég að fara að lyfta og fara að gera mig af sexy boy, eða þú veist, þannig að ég verð alveg alltaf greinilega á öllum síðum, sjáu hvað hann er orðið flottur, hann Ari. Hann er bara með brjóstkassa og bla bla bla. En já, ég meina, það eru sumir sem eru með mjög mikla þörf fyrir að sýna hvernig þeir eru og ég mun örugglega gera það sama, þú veist. Þannig að það er bara allt í lagi, þú veist, bara, mér finnst bara allt í lagi, nema að þú veist, eitthvað svona sem brútal eitthvað, þú veist, ég fer aldrei með, ég er alltaf með hugan bara í sólinni, sko, bara í þessum hring og þar er ég bara, og ég er bara ofvendaður í þessum hring, þannig að ég er búinn að vera það í öll þessa ár. Og núna er ég svona, finn ég sko að hringurinn er að stækka og stækka og stækka og stækka og húsið er að springa bara þú veist. Og það fer nú bráðum að koma að því að ég kannski fara að flytja og kaupa mig stærra húsnæði út af því að mig langar að búa til podcast og vera með þætti og vera með svona skemmtilega viðmælendur og bara góðu róli og auðvitað verður kaffi og þetta og bara, já, þetta verður bara gaman. En ég er bara að bíða núna eftir hlutunum sem ég pantaði. Ég pantaði alveg helling og ég þarf að skoða þetta sem ég pantaði út af því að ég man ekkert hvað ég pantaði, þetta bara gerðist bara á 0-1 og svo þarf ég að panta náttúrulega kannski, þú veist, bara smáttari sem vantar upp á. Þannig að þetta verður frábært og þetta verður frábært sumar þó að, þú veist, sumarið er hálfnað, þú veist, það er hálfnað, ekkert vera að hugsa að það sé að vera búið sko, út af því að við þurfum að vera með sumarið svolítið í okkur út af því að ég finn alveg bara, þú veist, að sumarið það skiptir okkur Íslendinga svo miklu máli að hálfa væri nóg sko, út af því að við erum
bara á þessari eyju og það mjög eins og veturinn hér í fyrra, hann var rosalegur. Meni, ég læstist hérna inni tvisvar. Það var þessi útidyrahurðin, hún var alveg bara þakin upp á snjó og svo hérna þakið upp á snjó. Bara hringurinn í kringum húsið, það var bara snjór. Ég þurfti að moka mig út og það var ekki hægt að keyra neitt. Þetta var erfiður vetur og svo kemur þetta og svo hræðileg slys og alveg bara, maður getur ekki að hugsa út í þetta sko. Þannig að í Guðanna bænum farið vel með ykkur og ef þið sjáið eitthvað sem ykkur mislíkar ekki, farið og aðstofað og spyrjið hvort það sé ekki allt í lagi og reynum að fá alla til að brosa. Og það bara lífið snýst það að brosa, vera hamingjusamur og bara vera hamingjusamur með fjölskylduna, með lífið og bara með dýrin og bara allt, ég hamingjusamur. Maður þarf líka svolítið að rækta þetta svolítið í sér. En þetta byrjunin á því að rækta sjálfan sig og við sjáumst næst.